Sæl og blessuð. Knútur Hauksteinn Ólafsson heiti ég. Ég er 1/3 af Flying Bus teiminu. Góðan heil og sæl, Arnór Elís Kristinsson heiti ég. Heimir Snær heiti ég og er 1/3 Flying Bus. Í tilefni þess að 19. Marvel-myndin Avengers Infinity War er að koma núna í apríl, þá ætlum við strákarnir að taka saman, svona top 5 lista yfir bestu Marvel-myndirnar að okkar mati. En við ákváðum að búa til svona top 5 lista yfir svona til að fá ákveðna heildstæða mynd af þessum Marvel heimi sem byrjaði 2008 með fyrstu Iron Man myndinni. Við bjuggum til listan í sameiningu. Við bjuggum allir til lista af 5 myndum og hentum saman eitt svona breyðing. Og við erum með myndir á listanum sem að koma alveg fram að Black Panther sem kom nú út árið 2008. Ég vil kannski bara taka fram að við erum ekki að segja að þetta séu bestu Marvel-myndirnar, þetta er bara svona okkar uppáhalds, kannski Marvel-myndir. Fylgist með því. Við ætlum að byrja á því að svindla. Það eru 2 myndir í sæti nr. 5. Og þessar 2 myndir eru Captain America The Winter Soldier, nr. 2, og Doctor Strange. Ástæðan okkur við völdum þessar 2 myndir saman er að okkur fannst þær bara mjög góðar á sinn hátt. Við áttum í pínu erfiðleikum með að koma öllum þessum myndir sem hafa komið út, hvort það eru 18 myndir eða hvað. Doctor Strange er mynd sem fjallar það að sleppa egóinu og læra að sýna æðruleysi. Doctor Strange er svona ego-brjálaður, læknir, telur sig vera betri en allir aðrir og við fórum að kynnast því mjög vel. Hann þarf dálítið að hugsa út fyrir kassan til þess að geta bjarga sig í þessum mjög skrýtna heimi. En þegar að Doctor Strange fer átt að segja á því að sá heimur sem að hann hefur alist upp í getur ekki læknað, getur ekki hjálpað honum að komast upp á þá braut sem hann hefur í rauninni farið út af. Þá fer hann að leita til austurlenska lækninga. Þetta er fyrsta Marvel-myndi sem fjallar hið yfirnáttúrulega. Tæknibrellurnar að sjálfsögðu með flottar og leikurinn hjá Benedict Cumberbatch þetta er frábær leikari og Marvel eru þekktir fyrir að kasta ótrúlega vel í hlutverk. Og aukaleikarinn er líka góðir, Chiwetel Ejiofor og Tilda Swinton og allir þessir leikarar standa sig mjög vel. En það er fyrst og fremst kannski boðskapurinn sem að gera verkum að mér finnst Doctor Strange eiga heima í þessu sæti. Hann er ekki aðeins að dýpka styrk sinn sem persóna, heldur líka skilning sinn á sínu eigin umhverfi. Svo er þetta áhugavert að sjá þróun karaktersins í þeirri mynd, að fara frá manni sem heldur að hann veit allt yfir í karakter sem er miklu hógværi og einnig vitari fyrir vikið. Svo er það Captain America The Winter Soldier. Þegar ég sá þessa fyrst, það er kannski að bera hana saman við fyrstu myndina, Captain America The First Avenger. Það er fyrsta Captain America myndin og þetta er góð upprunasaga. En mér fannst Captain America kannski alveg fá að njóta sín svona eins mikið og mér fannst hann geta. Þegar kemur að Captain America er að hann á að vera þessi svakalegi skáti, þessi ímynd Amerikanans, hann heitir jú Captain America. Það er heil heimsálfa nefnd í höfuðið á honum. Að vísu er hann nefndur í höfuðið á heimsálfunni, en maður veit ekki hvort að Christopher Columbus hefur eitthvað með að segja. Myndin er líka bara mjög flott svona þróun á Captain America karakternum. Við sjáum hann í fyrstu myndinni The First Avenger, þar sem hann basically fjallar upprunasöguna hans. En síðan í nr. 2 þá erum við komin í nútíman og við sjáum hann takast á við þá staðreynd að hann sé komin í allt annan heim. Þannig að hann þarf að takast á við þennan nýja heim sem getur reynst honum mjög erfitt. Og að hann sé búinn að mista alla ástunum sína, það er mjög dramatískt atriði þar sem hann hittir mikilvæga manneskju úr fortíðinni. Hann þarf að sjá þarna að hann er búinn að horfa upp til stjórnvalda. Hann er búinn að helga líf sitt í rauninni Ameríku. Hann er búinn að helga líf sitt SHIELD, sem er þá Strategic Homeland of Intervention and Logistic Division. Captain America The Winter Soldier finnst mér sína kepp í sínu rétta ljósi. Svona, bara basically mjög kröftug ofurhetja og kannski passar alveg vel að Russo-bræður, að það sé mynd eftir þá í þessum top 5 lista þar sem að þeir leikstýra Infinity War. Það sem er svolítið
gott við Russo-bræður að þeir komu svolítið inn með svona flott hasaratriði inn í Marvel heiminn. Það eru að sjálfsögðu mörg góð hasaratriði í öllum hinum Marvel myndunum en Russo-bræður svolítið svona, þeir svona gera hasarinn aðeins meira kannski jarðbundin ef maður getur orðað þannig. Þetta mjög átakanleg mynd en líka bara svona áhugaverð þróun í áttina áfram með Captain America. Svo í 4. sæti Thor Ragnarök. Ástæðan fyrir við völdum þessa mynd einfaldlega svo að hún geðvig. Leikstýrið af Taika Waititi og hann var aðalega þekktur fyrir svona grínmyndir áður eins og What We Do in the Shadows og Eagle vs. Shark. Thor Ragnarök mjög áberandi öðruvísi mynd en hún líka mjög svipuð myndinni Guardians of the Galaxy. En honum tekst allavega að mínum að gera bestu Thor myndina. Thor 1 og 2 eru, ég ætla bara að segja, bara sorry ef ég móka einhvern, en bara drefleiðilega myndir og karakterarnir ótrúlega auðgleymanlegir og leiðilegir. Það mjög mikið, þetta náttúrulega ekki fyrsta Thor myndin, við erum búin að fá mjög mikið af öðrum leiðilegum Thor myndum. Ef ég var hreinskilinn þá sökkuðu Thor 1 og 2 og loksins kom Thor mynd sem var skemmtileg og góð og sýnir Thor í réttu ljósi. En svo má líka ekki gleyma því að í þessari mynd þá náttúrulega rosa mikið heavy metal, svona Led Zeppelin 1970 rock album cover splash út allt. Mér finnst eins og að þessi mynd sé bara rosalega, frumleg svona innspýting í Marvel heiminn út af því að Taika Waititi með svona svo sérstæða sýn af því hvernig að búa til svona komískar overhættumyndir. Bara frábær hasaratriði, tónlistin æðisleg, leikararnir auðvitað góðir, Chris Hemsworth. Ég held að það sé svolítið að því að Taika Waititi kemur svolítið inn með sinn leikstjóra stíl í myndina. Honum tekst svolítið að finna líka fyndnuhliðarnar á Chris Hemsworth sem voru reyndar nú þegar til staðar en hann svona svolítið ígirar bara og svona stækkar þær. Það mjög gaman að sjá líka hvað Taika Waititi gerir með Hulk-karakterinn. Það mjög spes að í öllum þessum myndum sem Marvel hefur gert að þau hafa ekki gefið út góða mynd þar sem að Hulk fara að njóta sín. Loksins fáum við að sjá aðrar hliðar á Hulk sem við höfum ekki fengið að sjá í mjög langan tíma. Og hluta því að hann búinn að vera fastur sem Hulk á einhverju furðulegri plánetu sem að Jeff Goldblum ræður. Ég meina, hver vill ekki svo sem vera þar? Okay, here. Svo Jeff Goldblum að mínum mati á myndina. Jeff Goldblum, ég held að hann sé svona bara einhver geimvera. Ég held að hann sé ekki mennskur, hann bara svona, það ekki hægt að útskýra hvað hann bara frábær. Þeir sem hafa séð auglýsingar og trailera vita það að Thor og Hulk mætast á þessum svakalegu hringleikahúsi sem að Jeff Goldblum ræður yfir. Og ég veit búinn að tala um Jeff Goldblum ekki persóna sem að leikur það því að þetta Jeff Goldblum ekki einhver persóna. Við vitum það öll. Hann hinn eini samni, hvað safnari? Nei, hann skiptir ekki máli, þetta Jeff Goldblum. Já, í 3. sæti þessi Iron Man 1. Við í rauninni getum ekki sleppt því að hafa Iron Man á listanum. Ekki það að við viljum vera með hann á listanum heldur að því bara hann var svo fyrsti. Hann fyrsta ofurhetjan sem að Marvel tekur þessa risalega stóru áhættu með að ráða Jon Favreau. Hann kannski ekki stærsta áhættan, heldur stærsta áhættan Robert Downey Jr. sem búinn að vera í svakalega miklu fíkniefnaveseni á sínum tíma. Nær loksins að taka sig á, hífa upp þessar buxurnar, girða sig
eins hátt og hann mögulega getur og taka stjórn á sínu eigin lífi. Robert's a guy who is very disciplined in his approach to everything he does, and he's really gotten his body and his mind into a very, sort of clear, disciplined state, and that sort of carried over into how he prepared for the role. Hún kom átt á svipum tíma á Dark Knight og á meðan Dark Knight var svona mjög drungaleg og svona down to earth útfærsla á ofurhetju. Á hinn bóginn var Iron Man dálítið svona hvernig getur við gert ofurhetjuna skemmtilega og svona að hálfgerðu gamanmynd? Þetta er svona myndin á listanum, þessum top 5 lista sem að ég man aðalega eftir í bíó svona upplifuninni. Hún kom 2008, sama ár á The Dark Knight eftir Christopher Nolan. Og þetta er mjög eftirminnilegt bíóár fyrir mig að því Batman Begins Christopher Nolan náði að endurreisa svolítið Batman fyrir mér og svo fór ég á þessar 2 myndir 2008 í bíó og ég var kannski alveg að búast við svona svakalegri Marvel-mynd einhvern veginn upp úr þurru. Mín svona fyrstu kynni af Iron Man persónunni var í gömlum teiknimyndaþáttum sem að koma út kringum 1996 eða 1994 og þá var einmitt farið svolítið í hans baksögu. Þessi mynd, ef maður ber svolítið saman við það frekar en kannski myndasögurnar þá gerir hún baksögu hans mjög vel. Þessi mynd hefur bara, algjörlega breytt kvikmyndaheiminum og hvernig ofurhetjumyndir eru gerðar og hún er eiginlega bara, svona dálítið beinagrindin fyrir myndina sem koma eftir henni. Það sem að gerir kannski þessa mynd fyrst og fremst svona góða er að þetta er svolítið svipað á Doctor Strange með það að þetta er mynd mann sem er hégómafullur, hrókafullur og heldur að heimurinn snúist sig en í gegnum erfiða reynslu þá lærir hann að heimurinn snýst ekki sig og kannski líður mér betur við að ákveða að hjálpa fólki í staðinn fyrir að einblína á hversu flottur og gáfaður ég er. Eitt af mínum uppáhaldsatriðum í Iron Man er þegar Iron Man er að sleppa úr helli sem að hryðjuverkamenn hafa fest hann í og það er karakter sem hjálpar honum að sleppa sem heitir Yinsen og hann segir við hann er basically alveg við það að fara að deyja og segir við hann ekki sóa lífið þínu. Don't waste it, Tony. Iron Man er í sjálfu sem mjög áhugaverð mynd af því að hún er jú fyrsta myndin en hún setur líka svolítið grundvallar reglurnar fyrir allar hina myndina sem að koma svo í framhaldi. Því að það er allir að segja eins og með Ant-Man myndina, já þetta er bara önnur svona Iron Man mynd. Já en af hverju var Ant-Man þá ekki, af hverju gat hún þá ekki gert eitthvað annað? En það er bara því að Iron Man var það góð að þau eru að reyna að endurskapa þessa töfra sem hefur því miður misheppnast hingað til. En það er eitthvað mjög sérstakt við þessa fyrstu Iron Man mynd og þess vegna er hún jú í þessum lista í 3. sæti. Í öðru sæti er Guardians of the Galaxy. Þetta er frábær mynd og klárlega með bestu Marvel myndunum. Þetta er myndin sem hefur bestu tónlistina af öllum Marvel myndunum. Bara tónlistin er æðisleg. Merkilega við Guardians of the Galaxy þegar hún kom út að þó svo að við þekkjum flest Captain America, Iron Man, það hefði ekki neitt hugmynd hver Groot og Rocket Raccoon væru nema þú værir mjög djúpt í að lesa myndasögur. Þessi mynd náði einhvern veginn að bæða að vera góð mynd en líka að kynna 4 mjög einstaka karakter og reyna að leiða þá saman í einn mjög áhuga og heilnæman hóp. Það er ótrúlegt að sjá að lið af aumingjum getur sigrað annan aumingi. Það er það sem þessi mynd kenndi mér. Þetta verði með bara En hey, David Bowie út í game með svona splash af game-töfrum, Guardians of the Galaxy, þetta er litasprengja, þetta er augnakonfekt, hver elskar þetta ekki? Jú, fólk sem hefur ekki húmor. Chris Pratt leikur Peter Quill eða Star-Lord og hann gæðir hann miklu lífi og hann er mjög svona relatable einstaklingur
og hann bæði svona fyndinn en líka, hann getur líka verið mjög alvarlegur og bara svona mjög flott hasarhetja. Það kom mér líka pínu á óvart að Chris Pratt færi með aðalhlutverkið. Þegar maður var að skoða lista með leikurum, þá var hann einn í rauninni á toppnum og það var eitthvað sem að James Gunn sá í honum sem að margir aðrir sá ekki í honum. Zoe Saldana sem Gamora bara mjög svöl og flott, töff kvenpersóna og kvenkarakter, mjög svona flottur og töff kvenkarakter. Drax the Destroyer, Dave Bautista einhver glímukappi en hann mjög skemmtilegur í þessu. Það þarf nú kannski ekki að svona reyna mikið á leikhæfileikann hans en hann svona bara nærvera hans svolítið nóg til að vera bara skemmtileg. Vin Diesel fær borgað fyrir að segja I am Groot, ok? Og þú veist, hann gerir það svo sem vel. Og já, og svo Bradley Cooper, ekki má glemma honum, hann virkilega góður sem að ljá rödd sína fyrir Rocket Raccoon. Ég vil líka bara meina að Guardians bara rosalega góð svona sci-fi gamamynd og spennumynd. Það gaman að, að fá dálítið svona ferska innspýtingu í það sem var orðið dálítið svona, einsleitt myndaval hjá Marvel. Já, Guardians bara mjög svona, hún hitti beint í hjartastað og glemdi mig líka að minnast á að Michael Rooker ótrúlega góður sem Yondu og Donda og það svona verður meiri þróun af hans karakter í Guardians of the Galaxy Volume 2. Frábæra afþreying og skemmtun og svona hefur líka gott tilfinningalegt innihald. Já, og í fyrsta sæti The Avengers. Ég vil taka fram að það var mjög erfitt að ákveða hvort Guardians of the Galaxy eða Avengers ættu að vera í fyrsta sæti, þannig að þetta eru báðar bara mjög frábærar myndir. Það mjög erfitt val að taka ekki Guardians í fyrsta sæti, en við eiginlega þurftum að heiðra Avengers með fyrsta sætinu og það virkilega mikilvæg mynd, ekki bara í Marvel kvikmyndaheiminum, heldur líka bara í kvikmyndasögunni. Avengers mjög skemmtileg mynd og það fátt jafn skemmtilega á bíóupplifunin sem að vera þarna. Maður í rauninni nánast var bara eins og krakki aftur þegar maður satt þarna í bíósætinu og var að horfa bara og dáðist af þessum einhverjum fáránlegu karakterum þarna upp á hvítitjaldinu. Ég búinn að sjá allar 18 Marvel myndirnar og einhvern veginn, maður svona las kannski myndasögur þegar maður krakki og maður hafði ekki einu svona ímyndað sér að þessar persónur myndu nokkuð tímann birtast á hvítatjaldinu. Jú, maður var búinn að fá Spider-Man myndir frá Sam Raimi og X-Men og svona og jafnvel Hulk mynd og Daredevil og þessa karakter en bara svona þeir færu í Iron Man, Captain America, Black Widow og Hulk, þú veist, einhvern veginn saman í hóp. Tala nú ekki að þessu núna komnir í jaðarkarakter eins og Doctor Strange og Ant-Man og Black Panther, þetta bara svona, maður bara eiginlega á erfitt með að trúa þessu, sko. Maður gat bara dreymt að eiga svona myndir þegar maður var krakki, þegar maður ólst upp með þessum Marvel-karakterum, maður bara að sjá það alla saman einhvern veginn í teiknimyndasögum og í tölvuleikjum og í þáttum. En að sjá það á hvítatjaldinu, það eitthvað allt önnur upplifun. Einhvern veginn engin mynd að fara að vera eða hafa eins mikil áhrif á mann í fyrstu eins og Avengers. Þetta var fyrsta myndin sem að kemur með þessum svakalegu óreiðum og það eru töfrar þarna sem að Joss Whedon að fanga og hún mjög vel upptekin, það eru svona Dutch angles þegar eitthvað skrítið að fara að gerast. Sjó, aðeins að switcha kameru því að þessi kamera ekki búin að fá nógu mikla ást. Þetta rauninni fyrsta skipti sem við fáum að kynnast Mark Ruffalo sem The Hulk og ég ekki frá því að hann að fanga ákveðna töfra. Þetta mjög sérstakt því að Mark Ruffalo var bara í einhverjum rómantískum gamamyndum þar áður og það mjög sérstakt að sjá eitthvað eins og hann sem einmitt alltaf rólegur og kannski eru það töfrarnir á bakvið það, að vera alltaf rólegur en láta bara aðra vita að þú getur verið algjör brjálæðingur ef einhver potar í því á rangan hátt. Hún líka góð bara mynd, svona sem sjálfstæð mynd vegna þess að hún fjallar svolítið svipað á Guardians of the Galaxy nema hún fjallar að vinna saman sem lið þrátt fyrir að sé mjög erfitt oft. Ég man líka bara að bíóupplifunin, bara við það að fá frumsýningu og bara öll orkan í salnum og spenningurinn í fólki, það bara stigmagnaðist þangað til myndin byrjaði
og þegar myndinni var lokið þá gat maður ekki hægt að tala hana. Þetta var svo magna fyrirbæri að sjá þetta verða veruleika. Þetta var bara eins og að vera krakkjátt að sjá þessu mynd. Að sjá Thor, Captain America, Iron Man og Hulk saman í einni mynd. Ég skal bara summa þessa mynd í einu skoti. Það er eitt skot sem fer svona í hring allar óheiturnar. Ég skal bara kalla The Avengers 360 shot. Það er bara svona fer, þau gerir svo allt tilbúin að berjast í geimverur. Þetta er allt í einu skoti og mér finnst oft svona eins og þetta skot hafi bara breytt svolítið bíóheiminum. Frábær mynd og bara æðislegt að fá Avengers Infinity War, þar sem við fáum að sjá Thanos á hvíta tjaldinu. Og það er ekkert víst að við hefðum fengið að sjá hann ef að þessi mynd hefði ekki verið góð, The Avengers, og ekki endilega víst að við hefðum fengið Guardians eða Doctor Strange eða Black Panther eða Ant-Man, þannig að The Avengers, frábær mynd. Já, viljum bara þakka ykkur fyrir áhorfið og kannski bara síðustu, ef það er eitthvað sem ég vil svona segja við ykkur í lokin, þá er það bara í guðanna bænum ekki taka öllu þessu sem sjálfsögðum hlut. Það er ekki sjálfsagður hlutur að það sé gerð heilmynd hálfvita Guardians of the Galaxy eða mynd Captain America, Iron Man, Hulk og allar þessar personur, Doctor Strange, Black Panther og fleiri. Alls ekki sjálfsagður hlutur og að gera bara að njóta þess að fara á næstu Avengers mynd, Avengers Infinity War Part 1. Ég veit að tíminn ykkar er mjög mikilvægur, þannig að Að lokum vil ég eiginlega bara að þau takka ykkur fyrir áhorfið og það er ástæðan okkur að gera þetta myndband til þess að fagna komu Avengers Infinity War og ég bara vonast þess að sjá ykkur aftur í bíóbílnum þegar við förum á Avengers Infinity War. Bara, já, takk fyrir að horfa. Ég segi bara skemmtið ykkur og takk fyrir okkur.